Nú ætlum við að skoða aðeins rannsóknir og líkamsþroska. Þroski barna mældur eftir, það eru tvenns konar rannsóknaraðferðir. Það annars vegar þversnitsrannsókn og hins vegar langtímarannsókn, eða þá hvort tveggja eða blanda af báðum. Og í þversnitsrannsókn ákveðin fjöldi barna skoðaður á tilteknum tíma og allir eru skoðaður eða athugaður á sama tímanum, til dæmis 12 mánaða, 18 mánaða og 24 mánaða. Þetta bara dæmi. Tiltekin hegðun metin og síðan reiknuð út meðaltölum hvernig hver aldurshópur eða aldursflokkur hegða sér. Þetta þversnitsrannsókn. Langtímarannsókn hins vegar að þá verið að fylgjast með og meta sama hóp barna langt skeið. Og þroskinn metin reglulega og meðaltal reiknaði hver skipti. Og það líka hægt að fylgjast með þroska einstakra barna, nota þessa aðferð til að fylgjast með börnum, bara einu barni, þróunarferli þess. Niðurstöður beggja aðferða sýna að þroski barna fylgir ákveðnum ferli eða þroskabraut og það þarf að ná færni á einu sviði til þess að færast yfir á næsta stigi og þetta á við öll þroskasviðin. Dæmigerður þroski miðað við aldur. Þetta byggir á meðaltölum í rannsóknum og það verður að muna að meðaltöl ekki dæmigerð fyrir hvert einstakt barn heldur fyrir hópinn í heild. Og þetta gefur skipulagt yfirlit yfir framfæri barnsins og við hverju megi búast, eða getur gert það. Og það verður að muna að þroski barna einstaklingsbundinn, þannig að þekking á þroskabrautum og þróunarferli gefur mikilvægar vísbendingar en það segir ekki allt. Við verðum að muna að til dæmis 3 ára börn eru ólíkir einstaklingar hvað varðar þroskahraða á mismunandi sviðum og hvert einstakt barn fer í gegnum þroskaferilinn á sinn eigin hátt. Sumir eru aðeins sein í byrjun en virðast síðan taka eitthvað stökk í þroska. Önnur sýnast þroskast bara jafnt og þétt yfir tíman og þetta bara einstaklingsbundið. Og þekking okkar á hegðun barnsins á hverjum tíma getur gefið okkur vitneskju hvar barnið statt og hægt að segja til þá fyrirfram næstu skref í þroska. Og þetta getur orðið til þess að flýta fyrir þér til dæmis ef eitthvað að. Það tekur tíma að þjálfa sig að greina, fylgjast með og skrifa niður það sem maður sér. Þannig að þetta ekki eitthvað sem maður bara hreinlega hoppar út í og bara gerir. Það sem þetta byggist á endurtekning, reynsla og þekking. Já, þetta hljómaði bara mjög skynsamlega hjá mér, finnst þið hvað ekki? Þroskaferli, þó að þroskaferlinu sé skipt eftir aldri og þroskasviðum, þá mikilvægt að meta þroska barnsins ekki út frá einu sviði, heldur muna að þroskasviðin þroskast sem ein heild. Og þau eru öll að þróast í einu og þau tengjast hvert öðru. Þau eru öll samfléttuð og virka á sama tíma. Þau eru ekki bara þannig að nú líkamsþroskinn, nú þessi þroski og nú þessi. Heldur þetta allt að gerast á sama tíma. Við getum tekið sem dæmi 2 ára barn sem að borða mat á leikskóla. Það heldur á skeið, setur upp í sig og það situr. Þetta sem sagt hreyfiþroski, fínhreyfingar. Það að tala við leikskólakennara og hegða sér einhvern veginn gagnvart hinum börnunum. Þannig eru verið að ræða félagsleg tengsl og persónuþroski. Þannig að þroskastigin og þroskasviðin, orðan þannig frekar, þroskasviðin, þau tengjast og þau eru öll að þroskast á sama tíma. Líkans- og hreyfiþroskinn, það að segja útlit, líkamsbygging, gróf og fínhreyfingar, virðast fara eftir frekar skýru, ef við megum kalla það frekar skýru forriti. Og það mjög líklegt að erfðir ráði miklu þroskabrautina. Það auðveldara að mæla og meta en þetta, líkamsþroskan, heldur en til dæmis flókna sálræna þætti í persónuleikaþroskanum. Það miklu erfiðara að meta það og mæla. Skerðing eða þroskahömlun á einu sviði hefur oftast hamlandi áhrif á öðru sviði. Það yfirleitt fylgni þarna á milli. Og athuganir og skrif börn hafa lagt mesta áherslu á því að kortleggja líkans- og hreyfiþroskan af því að það auðveldast. Og þau börn sem eru eitthvað mismunanlega þroskahömluð eru til dæmis oft einnig líkamlega seinþroska. Þetta fylgist því miður oft að. En gott atlæti og næring, eins og ég talaði hérna framar, að það forsenda til þess að, ef við höfum að tala aftur forritið, að það keyri eins og það á að gera, öll sviðin sé að þroskast. Persónuleikinn virðist þannig þroskast mest í gagnkvæmum samskiptum við aðra, sérstaklega þá nánustu, en það erfitt að mæla þegar áhrifaaðilarnir eru margir og tilfinningaþróunin viðkvæm fyrir áhrifum. Þannig það getur verið erfitt að mæla hvað það sem hefur áhrif.
Hrós til dæmis, sem barn fær fyrir eitthvað sem það leysir vel af hendi, fær það til að gera meira og hugsa og þróa sig áfram. Þarna sér fólk oft mun. Og uppörvun og hrós eykur sjálfstraust og trú á getu. Og þetta þekkið þið sem eru að vinna í leikskólanum, og þróun á einu sviði getur haft hvetjandi áhrif á þróun annars, og oft engin leið að segja til á hvaða sviði breytingarnar byrjuðu. Til dæmis að góð hreyfifærni getur gefið gott sjálfstraust, almennt, félagslega, og trú á sjálfa sig og vissu bara hvað þau geta og annað. Hreyfi- og líkamsþroski hraðastur á fyrstu æviárunum, en það verður samt að muna, hún gerist á sínum eigin hraða og sinn sérstaka hátt hjá hverju barni. Ef þetta eru 2 lögmál sem líkamsþroskinn með. Það að efri hlutinn þroskast á undan neðri hluta og þroskinn breiðist út frá miðju og út. Og svo eru þessar ósjálfráðu hreyfingar eða sjálfvirkni. Og fyrsta æviárið mjög lítið hægt að hafa áhrif á líkamsþroskann, því það bara gerist. Fyrra lögmáli til dæmis höfuð ungbarna mjög stórt á miðað við aðra líkamshluta. Seinna lögmáli að það styrkara í vöðvum upphandleggja heldur en í höndunum. Heilinn og taugakerfi ráða ferðinni þegar líkamsþroskinn annars vegar. Og börn alls staðar í veröldinni lúta sömu lögmálum líkamsþroska. Það ekkert bara á Íslandi sem þetta svona eða hinsegin, heldur þetta alls staðar í heiminum. Starfrænir möguleikar, nú ætla ég að lesa þetta sem stafrænir, maður er svo heillaður af þessu stafrænu öllu. Starfrænir möguleikar líkamans eru þol, kraftur, hraði og liðleiki. Það verða miklar líffræðilega breytingar og það grunnur lagður á líkamlegu atgervi barna. Þarna þarf að vera hæfileg áreynsla og mjög fjölbreytt hreyfinám. Þolið geta líkamans til að erfiða talsvert lengi með sömu afköstum, og það ákvarðast á starfshæfni hjarta og blóðrásar. Og það talað 2 konar æfingar, loftháð og loftfyrt þol. Loftháð þjálfun frá 8 ára getur aukið hámarksinntöku súrefnis 60% og þolþjálfun því mjög mikilvæg á unglingsárunum. Og það má einnig skilgreina þolið sem viðnámsþrótt líkamans gegn þreytu. Þarna koma við líka við sögu taugakerfið, efnaskipti, samhæfing líffæra og líffærakerfa. Loftháð þol hæfni líkamans til að vinna með nokkru ákveð í lengri tíma. Slíkt gerist með loftháðum orkuferlum vöðva með súrefni og annað. En loftþyrt þol að vinna að mikilli ákveðin í frekar stuttan tíma með hjálp frá til dæmis vöðvum án súrefnis. Þannig að þetta eru þessar 2 tegundir, það loftháð og loftfyrt sem við erum að vinna með. Loftfyrt þjálfun ekki hentug hjá börnum undir kynþroskaaldri og ástæðan fyrir því að það minna slagrými hjarta sem getur haft neikvæð áhrif á loftháðaþolið. Of erfiðar æfingar verða til þess að þau hafa ekki lengur ánægju af þeim og skortur á ákveðnum ensímum í líkamanum að þau eiga til dæmis erfiðara með að brjóta niður mjólkursýru og kolvetni í loftfyrtum orkuferlum. Þjálfun í þessu dæmi hjá yngri hópnum það alls konar leikir, meðan að eldri hópurinn með hlaup, hjólreiðar og fleira. Þjálfun með miklu álagi þykkir veggi hjartans án þess að stærð þess aukist, það verður minna slagrými. Og fyrir kynþroskaaldurinn efnaskipti líkamans vanbúin til að brjóta niður mjólkursýruna vegna þess að ensím til þeirra starfa vantar í líkamann. Þau kom ekki fyrr heldur en við kynþroskaskeiði. Og börnin vantar einnig ensím sem brjóta niður kolvetni í loftfyrtum orkuferlum og eiga þar af leiðandi mun erfiðara með að nýta orkuna þegar ákveðin orðin mikil. Og þetta gott að vera í stórfiskaleik og alls konar, það gott fyrir alla aldurshópa, það útihlaup, gönguferðir, sund, hjólaskautar, ratleikir, það ýmislegt hægt að gera og vinna með þessa þætti. Vöðvarnir í líkamanum, það meira 600 vöðvar í líkamanum. Og vöðvamassin okkar nær helmingur líkamsþyngdarinnar. Og vöðvarnir virki hluti stoðkerfisins og beinagrindin sá óvirki. Styrkur hæfni vöðva til að mynda spennu og skapa kraft og það eru 2 gerðir af þessari vöðvavinnu. Það annars vegar hreyfivinna, þegar vöðvarnir ýmist að draga saman eða slakna þannig að hreyfing myndast í liðnum. Það eru til dæmis við hlaup, göngu, hjól, dansa og fleira. Kyrrstöðuvinna hin gerðin af vöðvavinnu og þá
eru vöðvarnir erfiða hreyfingarlausi. Það viðhalda ákveðinni stöðu og vinna í kyrrstöðu. Og þetta gæti verið til dæmis eins og brun, skotfimi, æfingar með lóðum, búkvöðvar við kyrrstöðuvinnu. Það ýmislegt hægt að gera til að koma til móts við þetta, þannig að vinna með þessu. Og vöðvinn getur skapa kraft þegar hann styttist, þegar hann lengist og þegar hann í kyrrstöðu. Og markmiðið með styttingu vöðva að fá hröðun á líkamann eða líkamshluta, en lenging vöðvans virkar sem hindrun á hreyfinguna. Í kyrrstöðuvinnu verður engin breyting á lengd vöðva, þrátt fyrir að hann skapi kraft. Svo erum við með 2 tegundir af styrki, það úthaldstyrkur og hámarksstyrkur. Úthaldstyrkur þegar hægt að halda stöðunni í lágmark 20 sekúndur, það kyrrstöðuvinna, eða hægt að endurtaka hreyfinguna oft, hreyfvinna. Hámarksstyrkurinn þegar bara hægt að halda stöðunni í nokkrar sekúndur, eða það verður að gera hreyfinguna nokkru sinnum. Þegar við erum að tala úthaldstyrkin, þá vöðvavinnan eða æfingin ekki svo erfið að það sé hægt að gera hana halda út í lengri tíma, til dæmis 20 sekúndur eða lengur eða endurtaka hana oft. Í hámarksstyrk vinnan eða æfingin svo erfið að það bara hægt að halda stöðunni í nokkrar sekúndur eða gera hana nokkru sinnum til þess að ná því marki sem maður ætlar sér að nota. Uppbygging vöðvastyrks mjög mikilvæg hjá börnum, ekki síður heldur en hjá fullorðnum, en það mjög mikilvægt hjá börnum. Það til að styrkja stoðkerfi líkamans, það til að bæta líkamsstöðuna og það til að vinna með rétta líkamsbeitingu. Og það þarf að vanda æfingavalið, það þarf að miða við aldur og getu, það þarf að notast sem mest við eigin líkamsþunga í styrktaræfingu hjá börnum og úlingum, ekki láta þau vera með utan að eða auka þyngd, og það má nota létt handlóð, þungiboltar, teygjur og fleira, og notast við hringþjálfun, stöðvaþjálfun og þess háttar. Liðleikinn hreyfigeta liðanna, það að segja að það geta líkamans til að framkvæma hreyfingar með mikilli hreyfivídd, og þetta ákvarðast af gerð liðamóta, það kúluliður, hjöruliður og rennilegur, allt þetta dótana, og sinar og húðar og leiðbönd. Það vöðvarnir í kringum liðin og það stytting á bandvef. Vídd hreyfingarinnar, eða hreyfivíddin, mælikvarði á liðleika og það má mæla það í gráðum eða sentimetrum. Og það ýmislegt sem getur haft áhrif á þetta eins og fatnaður og alls konar fleira. Vöðvinn myndaður á mörgum vöðvaþráðum, en í kringum vöðvana og á milli þeirra bandvefurinn sem ræður lengd og stífleika vöðvans. Og liðleikaþjálfunin felst í að teygja á þessum bandvef. Hér mynda af liðnum, það beinið, það liðbandið og það liðbrjóskið. Liðleiki hjá börnum yfirleitt mikill vegna þess að það hærra vatnsmagn í vefjum heldur en hjá fullorðnum. Og það mjög mikilvægt að viðhalda þessu vegna þess að annars þetta mjög fljótt að stirðna. Og lítill liðleiki hefur áhrif á styrk, hraða og samhæfingu og þá verður mikil eða meiri meiðslahætta. Styrktar og liðleikaþjálfun eiga að haldast í hendur. Þetta á að vera saman. Hraðinn hæfni vöðva til að skapa sem mesta hröðun á sem skemmstum tíma. Það viðbragð, hröðun og hámarkshraði. Og í þjálfun við að bæta við fráspyrnu, auka skreflengd og stytta snertitíma. Og þetta alls konar smáleikir, boðhlaup og viðbragðsæfingar. Stuttar vinnulótur og langar virkar hvíldir. Það það sem dugar best þegar við erum að tala börn. Stuttar vinnulótur virka þannig að þá verður hámarksafköst og einbeiting í þennan stutta tíma og þau ráða oft ekkert við mikið meira heldur en hafa þetta í stuttan tíma og svo hvíld. Þau ráða ekkert við mikið meira heldur en það.